Heyrðu, gaman að fá þig í heimsókn. Já, takk. Mér langaði kannski svolítið að því ég hlustaði á, ég var aðeins fylgst með því sem þú ert búin að vera að tala núna á undanfærið og síðan heyrði ég viðtal við þig líka í Harmageddon og mér fannst það mjög áhugavert. Þannig að mér langaði kannski bara að byrja á að fá aðeins baksöguna þína. Þú hefur svolítið verið að tala með mitt COVID og þú ert búin að vera starfandi sem læknir á Landspítalanum. Hver bakgrunnurinn þinn? Bakgrunnur minn að ég fór í bara læknisfræði, ég kem að norðan og eftir menntaskóla þá flutti ég suður og fór í læknisfræði hérna í Háskóla Íslands. Var ekki búin að ákveða neitt hvernig læknir ég ætlaði að verða. Ég hafði svolítið áhuga þá á geðlækningum og mér fannst það svo spennandi. Ég var svo heppin, mér gekk svo vel í Klásus, ég var númer 3 þar og bara ég fannst námið allt mjög skemmtilegt sko. Og skemmtilegi krakka sem maður kynntist og svona, það var mjög skemmtilegu tími. Síðan útskrifaðist ég 97 og fór að vinnast þá sem kandidat á Landspítalanum, Hringbraut. Þá skiptist þetta alveg í Hringbraut og Borgarspítala og hjarta mitt á Hringbraut sko. Já, ok. En þannig að ég fór að vinna þar sem kandidat og þá fer maður svona á allar deildir, maður fer á lyflækningadeild og skurðdeild og rótir og svona, í 1 ár var það þá og eftir þetta 1 ár þá fær maður sem sagt lækningaleyfi sitt og við svona, þetta svolítið hátíðlegt að útskrifast sem læknir sko, það við hittustum öll í húsi læknafélagsins og fínklædd og með prófessorunum og skrifum undir svona læknæð og þessi læknæður, faðir læknisfræðinnar talin vera Hippokrates og það svona, þar lofum við svolítið bara fyrir guðamönnum að ekki skaða og alltaf að hjálpa og lindra þjáningar og lækna þegar það er hægt, en það er ekkert alltaf hægt og síðan að því að ég hafði hætt við geðlækningar þegar ég var á geðkúrsunum á 4. ári. Ég held bara að ég hafi ekki haft alveg þroska í að heyra og svona þessi svona líf sem að fólk hafði átt, bara sem átti erfitt. Þetta var svo mikið þá og ég er svona kannski frekar næm og hef alltaf verið mjög svona, haft mikla réttlætiskennd og hefur hún alltaf svolítið verið sko alltaf að þjóna einhvern veginn þeim sem minna mega sín. Þannig geti ég svona kannski heila sagt það en þá ætlaði ég í lyflækningar eftir kandidatsári en þegar ég var að vinna á bráðamóttökunni sem lyflæknir á bráðamóttökunni þá fannst mér ekki gera svo mikið gagn sko heila. Þetta var ekki alveg svona læknisfræði eins og ég hafði. Akkur ekki? Mér fannst bara þá var þetta svolítið öðru sem núna. Það voru mjög langa vaktir og sem kandidat og súperkandidat þá bara maður ábyrgð á að finna plásand á sjúklingum til dæmis innan spítalans og mér fannst ég oft bara vera meira og minna bara í símanum að redda plásum, ekki að vera með sjúklingunum og svo fannst mér líka kannski oft svolítið seint í rassinn gripið, þú veist, þarna. Það var ekki að tala kannski slys og svoleiðis heldur svona þessi langvinnu sjúkdómar sem fólk er með og að ég bara gerði mig grein fyrir því að hafa hugsað þannig þá að það er hægt að gera svo miklu meira bara fyrr og á svona einstaklingsmiðan hátt en þannig að svona á bókina fannst mér lyflækningarnar mjög skemmtilegar og ég er algjör svona læknisfræði nörd og elska að lesa bara vísindi og eftir að internetu kom það er bara besta gjöf sem að ég fengi að geta googlað allt sko en þá fór ég aðeins á kvennadeildina og var þar og Reini Tómas sem var prófessor þá, það var voðalega gaman að vinna með honum. Ég var einmitt í sjónvarpinu Stöð 2 og kom og tók upp því ég fekk að gera fyrsta keisarar með Reini Tómasi, ég man það núna, ég var að gleyma þessu. En þegar ég var á kvennadeildinni þá uppgötaði það að mér fannst bara mjög gaman að vera í aðgerðunum og ég hafði kannski bara ekki alveg séð mig fyrir mér sem skurðlækni. Þá voru bara eiginlega enga konur skurðlæknar á Íslandi. Það var ein komin og Magga Odds var nýkomin heim Jónas Magnússon var prófessor og þannig að ég hljóp til hans bara Jónas nú, bara ég vil vera skurðlæknir og ég fekk að koma þangað og var þar í 2 ár og það var rosalega skemmtilegur tími líka
En þá fannst mér bara einhvern veginn alla deildir sem ég róteraði á þarna á skurðsviðinu, bara skemmtilegar og ætlaði fyrst að vera bara almennu skurðlæknir. En svo fór ég á hjartaskurðdeildina og var þar og þá langaði mig að vera hjartaskurðlæknir og svona hélt þetta áfram kolli. Barnaskurðlækningar voru líka svona eitthvað sem ég hugsaði mikið en það svona bara ég svo fjölþætt einhvern veginn og ég endaði á lítaskurðdeildinni og þar uppgötaði ég að þar var ég að gera svona yfirleitt eitthvað sem var mjög jákvætt sko og ef að konu hefur lent í því að fá brjóstakrabbamein það er búið kannski taka brjósti eða eitthvað þá er hún að koma til okkar að fá nýtt brjóst þannig að þetta er svona jákvætt og laga það sem hefur farið úr skeiðis einhvern veginn og síðan á lítasviði þá erum við með sjúklinga bara frá 0 og upp í 100 og konur og kalla og engin skurðsérgrein með jafn mikinn skurðstóðtíma eins og lítalæknar því að við erum ekki með svo fólk yfirleitt frekar stabilt þegar það kemur til okkar og ekki svona mikið lyflæknistótt að því og nema náttúrulega kannski brunasjúklingar og svo leys. Þannig að ég endaði þar og mentar þig sko því í raun og veru til að gera langa sögu stutta að þá hefur verið að tala svolítið mikið COVID og manni líður svolítið eins og til þess að það sé tekið mark á fólki alveg að fullu að þá þarf bara að útskýra alveg bara þetta er manneskja sem hefur reynslu af því að vera skurðlæknir sko. Já, akkurat. Því manni líður svolítið eins og það hafi verið þannig að það sé bara hægt að henda fólk út á borðinu ef það er ekki nákvæmlega með þessa menntun eða eitthvað slíkt sko. Já, og það er nú þannig í dag að við getum öll í raun ekki bara læknar, við höfum aðgang að sömu upplýsingunum og ef maður hefur áhuga á bara segjum skjaldkirtlinu, segjum að maður sé með skjaldkirtilsjúkdóm að þá getur maður farið inn og ösku stundu, þú veist, svona vita kannski svona eitthvað basic, bara hvað er skjaldkirtilinn og verið raun og verið alltaf fljótur að átta sig á, þú veist, hvað hann snýst og hvað hann gerir og til hvers og hvað þarf hann og hvað gerist ef hann virkar ekki og allt svona og þarna, sko finnst mér, þarna berum við svolítið öll ábyrgð, bæði læknar og sjúklingar náttúrulega og þeir sem ekki orðnir veikir að vera í þessu samtali og hérna, til dæmis, ég skor alltaf á alla sjúklingar sem ég hitti að lestu nú að sendi þeim kannski link á einhverja gott eitthvað ákveða atriði sem að er að þeim eða sem er hægt á að þeir fái því að læknisfræði nútímans og framtíðarinnar er svo að við læknar kannski erum meira og eigum að vera meira í hlutverki sem eiginlega partner sjúklingsins eða einstaklingsins í að viðhalda heilsu og koma í veg fyrir sjúkdóma og að vinda ofan af eða finna kannski undirliggjandi ójafnvægi sem er að valda einkenninu sem viðkomandi með. Er þetta ekki búið að breyta svolítið mikið gegnum tíðina hlutverk læknisins af því að nú eru sjúklingarnir með svo miklu meira upplýsingar? Jú, en það er að segja, jú. Hér áður fyrir sagði læknir kannski eitthvað, nú er það kannski meira véfengt ef fólk er búið að vera að lesa sér mikið til og annað. Sko, ég upplifi hérna á Íslandi, það er ekki svo langt sem ég kom heim, að hér er bara einhvern veginn svona öll umræða, svona bara mjög einsleit og hérna, það er ekki bara læknar sem að kannski hafa ekki nema 7 mínútur til þess að sjá sjúklingin á stofu, heldur ef að sjúklingur kannski, ef hann getur, þú veist, við þurfum að mæta öllum þar sem þeir eru og hérna ég til dæmis þegar maður fyrir til læknis að maður er að hafa alltaf einhvern með sér bara auka eyru, bara til þess að heyra umræðuna og til þess að geta þá tala hlutina eftir á. En hvað er það sem að hvaða leiti finnst þér umræðin en að vera einsleit? Sko, ég til dæmis ég er búin að vinna á Landspítalanum í 8 mánuði og ég er bara í mínu hólfi svolítið svona, ég er að vinna í brjóstamiðstöðinni þar sem að ég er að sinna greiningum og uppvinnslu á konum með sjúkdóma í brjóstum og það er mitt sérsvið núna og þannig að ég er ekkit kannski þegar ef við erum að tala veirusýkingar þá er ég bara ekkit að hugsa á svo mikið í það því að það eru til veirufræðingar og ónæmisfræðingar og svona en það, ég veit ekki alveg hvað það er sem stjórnar því að það heyrist alltaf bara svona einhliða umræða í fjölmiðlum til dæmis og bara því það
ákveðin svona ótti bara hjá læknum og hjá öllum einhvern veginn að hafa skoðanir sko ég í raun og veru ekki að hafa neina skoðanir þannig að ég eiginlega bara að segja svona eitthvað sem að ég búin að kynna mér til hlítar eins vel og ég get. En ótti við hvað? Ótti við að bara lenda í því að vera bara hættur og nýttur eða útskúfað. Eftir að ég bara fór í viðtal fyrir, það svona mánuði síðan að ég fór bara í eitt útvarpsviðtal og eina sem ég gerði var að tala D-vitamin, áhrif þess hversu mikilvægt það fyrir ónæmiskerfi núna á tímum faraldurs og ég var að lýsa yfir svona áhyggjum mínum af unga fólkin í landinu, unglingum og börnum vegna þess að Ísland eina landið þar sem menntaskólar hafa verið lokaðir og ég bara finn þetta að því ég á unglinga sjálf og það komin svo mikil kvíði og ótti bara og svona vonleysi hjá mörgum og en af hverju ætti það að vera viðkvæmt að tala en mér finnst það áhugavert að því ég mikið búin að vera pæli heilsu og mér finnst sérstakt hvað það lítið búið að tala það eða nánast bara ekkert að því ég fylgist með umfjöllun til þess frá Bandaríkjunum og þar mikið talað D-vitamin það dálítið talað zink og C-vitamin. Ég hef ekki verið var við þessa umræðu í Íslandi í tengslum við COVID. Sko. Hún heyrist ekki og það margir, það svo mikið af frábærum sérfræðingum til hérna sem að kunna svo mikið á öllum sviðum og ég veit að við kannski svona 30 læknar til dæmis sem að reyna alltaf að koma svona góðum hlutum á framfæri. Okkur ekki að finnast neitt COVID, við bara að reyna að koma til dæmis smitsjúkdómalæknar sem vinna á Landspítalanum yfirlækn. Að hvaða leyti getur að hjálpa fólki að taka D-vitamin? Sko D-vitamin mjög mikilvægt bara fyrir, það hormón, það svona eiginlega vitlaust að kalla þetta vítamin, en þetta hormón sem við myndum sjálf í húðinni þegar sólin skín á hana úr kólesteróli. Þannig að hátt kólesteróli ekki alltaf slæmt, sko. Nei, mitt. Góða kólesteróli sérstaklega. Og D-vitamin sko, það viðtaka fyrir því í öllum frumum líkamans. Það fer í ákveðin efnaskipti þannig í húðinni og svo í lifrinni og nýrónum en þetta hormón þannig að ef maður með skort á D-vitamini sem að allir Íslendingar eru með nema þeir sé að taka lýsi eða taka inn D-vitamin þá hefur það áhrif á allt hormónakerfið okkar eða borða mikið af feitum fiski eða já D-vitamin, ég fór að kynna mér þetta, það kemur sko, ég var að spæða akkur fiska með D-vitamin, þú veist, en það einhverjar örverur á botni sjávar sem að búa til D-vitamin og þannig fer það í fiskana og síðan í okkur. En hérna, sko, þess vegna til dæmis mikilvægt að við þurfum að hafa húðina úti, ástæðan fyrir því að við erum svona hvít hérna á norðurslóðum svo að við þurfum að, sko, megum ekki hafa neitt sem blokkar þessa myndun á D-vitamini. Þannig að til dæmis þeir sem eru á ellendubergibrotnir og dekkri til dæmis í húðinni, þeir eru með ennþá meiri skort. Vegna þess að þeir þurfa helst að vera við miðbaug til dæmis maður sem þéldökkur, hann þarf að vera bara ber í sólinni bara við miðbaug hádegi 2 tíma á dag til þess að mynda nú D-vitamin. Og þetta held ég sé til dæmis eina ástæðan fyrir því að til dæmis svartir í Bandaríkjunum hafa verið að veikjast ver. Af COVID? Já. Já, þetta þetta punktur sem ég hef aldrei heyrt. Þetta bara meikar alveg senn sko og en af vísu eru margir aðrir orsakaþættir eins og til dæmis það að náttúrulega það eru meiri líkur að þú sért í fátækari hóp eða þú ert hörundstökkur í Bandaríkjunum og þá eru meiri líkur að borður óhollari fæðu og svo framvegis þannig að það eru svo sem aðrir þættir sem getur oft áhrif líka sko. En þarna vil ég koma inn á svolítið merkilegan punkt vegna þess að það ákveðið svona blaming á til dæmis offitu á bara þjóðfélagshópa skilur og svona varandi sjúkdóma og þetta alveg rétt að við borðum hollar, þeim mun svona betur upplýst og þeim mun svona, við þurfum ekki að vera neitt rík en bara að hafa í okkur og það nefnilega alveg ótrúlega mikið af fólki sem að hugsa vel heilsuna og til dæmis varandi brjóstakrabbamein sem ég búin að kynna mér sérstaklega vel og alla brjóstasjúkdóma því brjóstin eru partur af hormónakerfinu bara og að
það til dæmis tala áhættu þætti fyrir brjóstakrabbameini sem eru náttúrulega geta verið genetíski, það aukin hætta að þú ert með svo kallar BRCA gen. Það talað offitu og fituna sem mjög stóran áhættu þátt og mikinn, sérstaklega konum eftir breytingaskeið. Það til rannsóknir bara actually hærra BMI fyrir breytingaskeið þeim minni líkur á brjóstakrabbameini, en það sem ég sé sem læknir, búin að sitja í brjóstamiðstöðinni og sjá bara allar konur sem koma í sýnatökum og eru með sjúkdóma sem eru langflesti góðkynja sem betur fer, að ég hef ekki séð margar feitar konur labba þar inn Þannig að þetta ekki rétt. Hvað ekki rétt? Að allar konur sem fá brjóstakrabbamein sumir læknar halda það og margir að það séu feitar Ég skil og það eru svo ótrúlega margir þættir sem að spila inn og það nefnilega ekkert svo einfalt en það sem að svo frábært sem ég sé betur og betur að líkaminn okkar bara þannig gerður að hann þolir ótrúlega mikið og alltaf að reyna að halda jafnvægi. En hvað myndur þú segja að við færum okkur í COVID? Því ég búin að heyra því ég fylgist með svona heilsu umfjöllun erlendis og þá hef ég heyrt þessu ég hef heyrt mikið talað D-vitamin og ég hef heyrt aðra tala zink og þá sérstaklega fyrir kallmenn og C-vitamin, þetta svona það þrennt sem ég hef heyrt að ég geti hjálpað okkur. Aftur finnst mér samt einhvern veginn eins og við vitum svo lítið. Ef það væri einhvern veginn bara alveg búið að sína fram á þetta konkrít, þá vonandi væri búið að láta okkur vita því. Erum við með svona óíkjandi upplýsingar að þetta að bara til dæmis það að taka D-vitamin geti hjálpað okkur eða muni hjálpa okkur? Þegar ég lærði læknisfræði, þá þegar ég útskrifaðist þaðan, þá hún var að minna mig á þetta móðursystir mín. Að þá var hún eitthvað svona í vítaminum og svona, og þá var ég bara með hroka og bara yfirgang og sagði bara bara ef maður borða bara almennilega mömmu mat, þá bara þarf maður ekki að taka hann í vítamin, Þetta var svona, og þetta einhvern veginn svona lifir í okkur, þannig að læknir sé að tala vítamin, það einhvern veginn svona, sérstaklega á Íslandi, það einhvern veginn svona bara á ekki við, ég þá bara einhver svona grasalæknir, það pínu þannig að það eru milljón vísindagreina til þetta. Endalaust, alveg saman hvar og grípu niður og ég getur þetta sagt að það kannski eitthvað að breytast að heimilislæknir minn, sem ágætisvinur minn, að hann mæli mikið með vítaminum og hann vill að ég taki stóra skammta D-vitaminum og hann vill að ég taki mjög mikið að liposómal C. Já, og þetta bara það nefnilega þannig að með læknisfræðina þessi nútíma conventional medicine það bannað bara það bannað að kenna það, eitthvað sem náttúrulegt. Við lærum að þessum vítamin en það var actually þannig, ég hef lesið sjálf þessi skjöl, þetta svolítið magnað, ég vissi þetta ekki, en fyrir svona rúm 100 ára síðan, þegar að lyfjaiðnaðurinn kannski var að fara að stað, ég myndi sagt að lyfjaiðnaðurinn kannski byrjaði þegar munkarnir fóru að taka einoka, svona medicínplöntur og eitthvað svona, en þá voru það peningavöld sem fóru að tala og styrkja elítuháskólana í Bandaríkjunum og þeir sem áttu skólana, getur maður sagt, að þeir réðu hvað var kennt og lögðu áherslu á og þessi bara vel lýst, það geta allir lesið þetta og sé bara orginalskjölin að þá var bannað að kenna, vil ekki áherslu á nokkuð sem var náttúrulegt og næringafræðin meðal annars var tekin út úr læknisfræðinni og svona þetta ennþá. Og við vitum það öll að ég ekki á móti lyfjum en það þarf að nota þau stundum en það pínu þannig að það aldrei, ef þú kemur til mín með hausverk þá vil ég náttúrulega reyna að koma að staði hvar að valda þessum hausverkjar og laga það og það bara, það vilja það allir ef að kona kemur til mín með hnúta eða verki í brjóstum þá er náttúrulega fyrst að greina bara, hvað þetta? Ef þetta krabbamein, þá fer hún beint í sinn farveg. En svo eru allar hinar, við erum til dæmis með 3000 komur á ári hjá mér og greinum 230 til 250 krabbamein, en þá eru 2750 konur og einstaka kall með
einhver einkenni frá brjóstum, hnúta eða verki eða útferð eða sýkingar eitthvað svona og það sem að áður en ég byrjaði þarna þá bara fékk hún að vita það, þetta var í góðkynja sjúkdómur sem hún var með og bara bless, eða þú veist, já, og en ég fór að bara taka þetta til dæmis hvað skjaldkirtilsvandamál eru algengt hjá þessum hópi og fór að lesa þá skjaldkirtilshormón, tala við innkirtlalækna og fór þá að lesa D-vitamin sem hormón og fór að sjá að þær eru mjög margar eða bara með D-vitaminskort, fór að mæla þetta fór að senda þær í blóðpröfu svo tók ég eftir því hvað bara að þetta með skjaldkirtilin það væri vantilega bara, og það er vel vita að skjaldkirtilsvandamál eru algengari hjá konum með brjóstasjúkdóma en svo fór ég að sjá það að þetta með skjaldkirtilin það væri kannski bara svona afleiðing einhvers annars skjaldkirtilin ekki hafa beint áhrif á brjóstin en óbeint því hormónakerfið spilar allt saman og þá fann ég rannsókn sem að ég hafði bara sem að gerði á Íslandi í fyrra þar sem að mælti jóð í öllum konum sem komu í 11 vikna sónar á Landspítalann og það var einhver prófessor í næringafræði sem gerði þessa rannsókn og þá kom í ljós að íslenska konur eru með jóðskort og það er eitthvað sem að bara, ég hef bara ekkert pælt í jóði. Við vitum að það er mjög mikilvægt fyrir skjaldkirtilinn og íslenska konur eru með jóðskort og þessi hópur sem kemur með brjóstasjúkdómana, það er einhver viðkvæmni í þessum hóp. Það er eitthvað svona, og það er eiginlega efni í heilan þátt að tala þetta, sko. En allavega þessi jóðskortur, ég get ekki mælt jóð í konum. Jóð er bara svona snefilefni sem við þurfum og fáum það mest úr sjónum, úr skeldýrum og skelfiski og þangi og þara og svo er smávegis í þorski en það er til dæmis ekkert jóð í lax því það er sætvassfiskur og síðan hefur verið jóð í kúamjólk eða í mjólkurvörum en það er ekki til tæki á Landspítalanum til að mæla jóð. Þetta er sama tæki og yfirlæknir á rannsókn, hann sagði að hann væri búin að vera með þetta óskalista mörg ár. En hvernig gáttu þú komist að því að íslenska konu væri í óskal? Það var sendt út, sko, sýnin. Það var sendt út. Þetta er svona fjölþjóðaleg rannsókn. Og ég hef náttúrulega helst geta, sko, gefið einstaklingsmiða ráðgjöf. Ég meina, það er 2020 og læknir sagði, við getum gert það og við gerum það að mörguleiti. En hann hefur ekki, það tækir ekki til, það kostar eitthvað 50 til 100 milljónir sem er nú bara eiginlega ekki neitt í samhenginu. En ég hringdi upp í Matís sem er líka í eigu ríkisins. Þeir eiga nefnilega svona tæki og stelpan sem ég talaði við þar, hún var mjög spennt bara, já, hvað segir bara, hún var að gera þessar jóðmælingar þannig frá, vegna þess að það verið að mæla jóð í öllum kúm á landinu að því að það var bæta fyrir jóðskortin í konu með því að gefa kúm jóð og hvetja svo konu til að drekka meiri mjólk allt til að með það, en þessi hópur sem ég er að hitta, sem er með sjúkdóman í brjóstunum og skjaldkirtlinum út af jóðskorti meðal annars, þær drekka ekki mjólk. Það er þólan yfirleitt ekki. Ég ætlaði að segja, það er nú frekar langsótt leið til þess að bæta upp jóðskort í fólki. Já, ég skil ekki alveg. Að drekka meiri mjólk. Já. Í staðinn fyrir að gefa þið þá bara beint jóð. En þá er það náttúrulega eitthvað fyrirtæki, einhver iðnaður sem er að kaupa þessa rannsókn. Ok. En mér finnst við komin í ákveðna grunnu umræður sem er með þetta sem þú ert að lýsa hér, sem ég held við flest erum kannski að byrja átt okkur betur og betur á, sem er að eins og sagði með að læknar í náminu sínu læri ekki mikið næringu, kannski og ákveðna hluti, að heilbrigðiskerfið eins og það er sett upp er svolítið sjúkdómakerfið, þar að segja að það tekur við fólki eftir að vera veikt. Já. En það er kannski minna lögð áhersla á hvað er hægt að gera til að fólk verði ekki veikt. Akkurat. Og bara varðandi jóðið sem að sko ég bara verða að fara og ætla að fara að tala mér því þetta er svo rosalega mikilvægt líka á tímum COVID vegna þess að jóð hefur líka, náttúrulega við vitum að jóð er sótthreinsandi og við notum jóðlaust við að sótthreinsa fyrir skurðaðgerðir í minna mæli, þannig að bæklunarlæknar nota það töluvert en þá og á Indlandi og það sem ég hef unnið það sem eru faraldrar, þannig að þar er nota mikið jóðlaust og jóðskortur sko veikir ónæmiskerfið og jóð drepur veirur. Spritt drepur ekki veirur. Ég var bara síðast í gær, það var náttúrulega þegar að spænska veikin var 1918 þá voru gerðar heilmiklar rannsóknir á þessu til dæmis og það er til góð vísindi þó þessu 100 ára gömul sko og þá
var verið að rannsaka þetta með jóðið og veirurnar að þá sem sagt með því bara að sko skóla munnin með jóði til dæmis eða einhverjum í nefið, jólaust, þá bara sýktist fólk ekki að veiktist með því að setja jóð í svona bara nebulæser og úða loftið inn í svona herbyggi þá drap það alla veirur sem voru þar, fólk sýktist ekki bara svona í skólum til dæmis eitthvað svona og jóðin ekki hættuleg, þetta bara svo kalk eða magnesium eða þetta bara steinefni sem við þurfum. Hvað með, sko, því nú erum við komin, þú ert búin að segja, einmitt þegar þú hefur verið að vinna í Indlandi þar sem hafa verið faraldrar, þú ert búin að vinna lengi sem skurðlítalæknir, hvað það við COVID-aðgerðirnar sem truflar þið mest? Hvar upplifir eins og sé þá ákveðin þá þökkun? Já, sko, ég, þegar að þetta byrjaði í svona febrúar mars og bara þegar var sagt að nú ætti að loka bara fyrir bara ekonomi í alls heimsins bara þess að bjarga gömlum og veikum eða passa þá hugsaði ég bara strax bara, voðalega þetta eitthvað skrítið, þú veist, bara því að ég hef svo oft bara séð að kerfinu bara svona alheimskerfinu bara einhvern veginn, þú veist, bara nokkuð sama það. Já, ég myndi taka undir það. Ég meina, gamalt fólk fær oft ekki almennilegan mat í hádeginu og liggur á göngum spítalans og þú veist, dögum saman og fær ekki pláss, þannig að fara að rústa ekonomíunni fyrir það meikaði ekki sens, sko. En trúðu mér, sko, ég vil ekkit frekar en að venda þennan hóp og við eigum að venda. En byrjaður strax að hugsa það, af því ég hugsaði leið, en sko, svo bara gerði mig það, síðan næsta sem gerðist var að ég var nýbúin að horfa á þátt bara á Netflix Bill Gates og ég er ekki ég bara segja svona og ég bara svolítið fílaði hann og ég sjálf búin að vera svo mikið í sjálfboðavinnu út allan heim og bara hann var bara á konunans að gera frábæra hluti í Afríku og bara, þú veist, bjarga börnunum þar og bólusetja þau, sko, og ég er ekki á móti bólusetning, ég ætla að taka fram, það er einhver svoleiðis saga í gangi, sko, að læknar, smittsólæknar vill ekki kenna, sko, vill ekki alltaf bendla sig við lækni sem er á móti bóluefnum, ég hef aldrei sagt það, sko. En þá var hann svo mikið, einhvern veginn allstaðar á netinu og einn, bara í viðtölum, ekki með neitt lækni með sér eða veirufræðing eða ónæmisfræðing bara, og var að segja það að væntanlega þyrftum við að halda þessu social distancing, þetta var í sko febrúar mars sem ég sá þetta, þangað til að væri búið að bólusetja hvert einasta mannsbarn og þá hugsaði ég bara, en hvað með börnin 2 sem er að deyja á hverri mínútu og berklum og malaríu á mínútu allan ársins hring og hafa alltaf gert og það eru til ódýr lyf til að berga þeim, sko. Það er að tala börn undir 5 ára. Þá er ég ekki að tala alla niðurgangana og mataskortinu. Það er þetta sem er kannski með þetta sem að margir, mér finnst mjög margir einhvern veginn, ok, við viljum treysta því að það sé verið að gefa okkur réttar upplýsingar, en það er eitthvað í þessu sem er eitthvað skakt. Við finnum það bara Já, og það er eins og þú ert að segja með þetta, það er jafn mikið og Bill Gates og konan hans eru kannski frábært fólk. Er eitthvað skrítið við það núna, ég hef séð þetta í bandarískum fjölmiðlum, sérstaklega tilteknum fjölmiðlum sem eru, það er litið á það sem bara aðalfjölmiðlana. Bill Gates er aftur og aftur dregin í viðtöl, eins og hann sé helsti sérfræðingur heims í smitsjúkdómum, sem hann er ekki, sko. Og við sjáum þetta náttúrulega bara líka hérna á Íslandi, elskulegur Kári Stefánsson sem er að gera frábæra hluti og ég meina, hann getur ekkert að því gert að það er alltaf hóa í hann til að tala við hann, en sko hann vinnur fyrir sko bara amerískt lyfjafyrirtæki, skilur sem að á íslenska erfðagreiningu 100% og allt í lagi með það. En þú veist, akkur er ekki fjölmiðla meira að tala bara við veirufræðingana, sko læknana sem vinna á Landspítalanum og er að gera þetta PCR til dæmis. Gefa þeir færi á viðtölum og myndu þeir segja eitthvað annað? Já, hefur þú einhvern tímann haft samband við lækni hans sérsvið og hann ekki viljað tala það? Reyndar yfirleitt ekki, nei. Nema það er stundum mikið að gera Já, mikið að gera, en þú veist, ég meina við höfum brennandi áhuga á okkar sérsviði og til dæmis það eru 2 læknar sem vinna á veirufræði deildinni og sem að hafa sko unni mjög mikið og mér er mikið álag þar þennan tíma og unnu dag og nótt við að koma, þú veist, öll í gangvarandi, þú veist, þetta PCR og svona. En þá myndum maður hugsa kannski að það er náttúrulega blaðamannafundir nánast daglega, það sem sóttvarnalæknir er að tala og maður myndi kannski hugsa að hann væri þá svolítið röddin fyrir þessa lækna.
Já, hefurðu heyrt það? Nei, það er það sem, sem ég myndi hugsa. Ég myndi hugsa, ef það þarf að koma einhverjum skilabóðum og framfæri frá veirufræðingunum á Landspítalanum, þá myndi maður einhvern veginn hugsa sóttvarnalæknir þá svo sem gerir það, sko. Já, en þarna berum við öll sem eitt ábyrgð á því að sko spyrja spurninga. Þá erum við komin að því. Þú veist, við eigum að spyrja spurninga. Við eigum ekki að láta bara segja okkur alltaf allt hvað við erum að gera. Sko, þá er ég ekki að tala um að allir er að gera það sem þeir vilja, en það er samt pínlítið þannig vegna þess að það góða fólk sem að reyna að hafa einhverja umræðu eða skoðanir, eða jafnvel ekki skoðanir, heldur bara staðreyndir og koma þeim á framfæri, að þá er leyft hér á Íslandi leifum því að viðgangast við öll, að fólk fái að komast upp með það að sko hoppa á fólk og níðast á því með persónulegum ljótum bara ómálefnalegum árásum fyrir það eitt að taka þessa áhættu og sýna það hugrekki. Það er ekkert hugrekki nema þú sért að gera eitthvað gott sem þú heldur að sé gott þrátt fyrir þá áhættu sem það fylgir. Og þarna finnst mér nefnilega við þurfum að staldra við og bara hugsa svona. Ég er ekki, ég get skilið að fólk sé í þannig aðstöðu að það vilji gera svona. Að segja, skrifa eitthvað svona, bara eitthvað sem kemur málun ekkert við, eða jafnvel hóta barnabörnum viðkomandi. Ég hef þetta frá manni sem hefur skrifað góða greinar í Morgunblaðið. COVID? Já, bara svona með heilbrigða, svona bara skynsamlega svona bara spurningar og gagnrýni aðeins á aðgerðir sóttvarnar yfirvalda. Þú veist, bara hagkerfið og allt þetta og var að benda á til dæmis bara, þú veist, að það hvergi lokaðir menntaskólanum á Íslandi og þú veist, akkur eru að sko einangra þá sem eru ekki áhættið, sem eru ekki að veikjast, akkur beinum við ekki bara allri athygli að því að hugsa bara einstaklega vel um þennan hóp sem er í áhættu. Mér finnst líka svo mikill munur á því hvort einhver stígur fram á sviðið með einhverja rosalega skoðanur og segist vit, eða hvort eins og þú ert að benda á, fólk er bara að spyrja spurninga. Já. Og við hljótum einhvern veginn sérstaklega í svona skrýtnu ástandi að horfa á það sem lykilatriði að við megum alltaf spyrja spurninga. Já. Og hvað, að því þú nefnir þessa lækna á veirufræðideildinni, hvaða skilaboð, að þú segir að það hafi lítið heyrst í þeim, hvaða skilaboð heldur að þeir myndu segja sem við höfum ekki heyrt, að því nú vantar ekki upplýsingar COVID? Nei, sko þá er ég bara að tala um, ég meina höfum ekki öll svolítið bara áhuga að vita hvað er PCR, þannig að hvernig er þetta gert, skilur, ég get sagt ykkur það, ég er búin að lesa aðeins um það. Já, ég hef ekki séð fjölmiðla mikið fjallað. Nei, þú veist, hvað er það? Býtu, hvað er veira? Býtu, hvernig eru þær til og hafa þær alltaf við fyllt mannkyninu og svona, þú veist, ég meina þetta er bara svona. Og hvað er PCR-test? Já, sko, PCR-test, það er nefnilega, sko, PCR-test, það er polymerase chain reaction, þetta er sem sagt test sem maður tekur strók einhvers staðar bara og þá kemur eitthvað svona erfðaefni með. Ég ætla bara örstutt þá að segja frá hvað er erfðaefni okkar. Þú veist, við erum með DNA í okkar erfðamassi. Ég hef unnið líka hjá Decode og lesið svolítið um þetta og unnið í rannsóknum þar. Og við erum með DNA sem eru svona bara 2 raðir svona basa sem eru svona saman í svona helix, getur maður sagt. Og þetta er inn í kjarna allra frumna. Þegar á að búa til prótein í frumunni, þá opnast þessi helix og það er smíðað ein keðja, alveg eins, sem heitir RNA. mRNA, messenger RNA. Og þetta RNA fer út úr kjarnanum í frumunni og út í umfrymið, þar sem eru orkulíffæri og alls konar, og þar er próteini smíðað eftir kóðanum á þessu RNA. Og svo fer það að gera það sem það að gera. Og veira er bara RNA. Veira er ekki lifandi, veira er bara hún er ekki með frumukjarna, eina erfðaefni sem hún er með, þessi eini RNA strengur, sem er oftast bara mjög stuttur. Sem þetta þýðir þá það að veiru, sko svo er einhver himna utan það og einhver prótein á yfirborðið þessara himnu sem eru svona mótefnavakar eða, já. En sko veira er ekki lifandi, hún er ekki með eigin kjarna og erfðaefni svona annað, hún er ekki með neinn frumulíffæri, hún þarf ekki orku og eyðir ekki orku, getur ekki búið til orku.
og veira þarf að komast inn í aðra frumu til þess að hafa áhrif og fjölga sér. Allar okkar frumur í okkar líkama eru að búa til grilljón RNA bara á hverju sekundu og allar örverur sem við erum með bæði bara í okkur, í götninni og allstaðar og á okkur, við erum með fleiri bakteríur og sveppi í og á okkur heldur sko fjöldi frumna í líkamanum. Allar hver einasta fruma er að búa til bara endalaust af RNA. Þannig að þetta RNA, þessi veira sem að kannski er í dropum þá ef við hóstum og erum sýkt, að hún getur komist á inn í okkur þá leið, gegnum augun líka. En við erum með maskaðu, það er ekki sem gleraugnskylda, sko. Nei. En hérna... Hvað er þá PCR? Já, PCR, það er sem sagt, það er ekki hægt að, sko, greina, þú veist, veirubútin svona bara allan í heilu lagi, þetta RNA veirunar. Sem er bara ákveðin basaröð, þannig að það er tekið strók, svo er það sett í, svo er það magnað upp, þannig að sýni tekur bara svona smá brota af þessum RNA-streng, þú veist, sem þetta er bara allt svona í sundur, svona bara klift, sko, bara svona tætlur einhvern veginn. Og þess vegna er ekki bara að taka strók og bara greina þennan RNA-bút, því hann er ekki heill. Og það þarf að magna þetta upp og endurtaka PCR-ið. Ég held eitthvað, það er misjafnt hvað það gerst ofta en svona kannski 40 sinnum til þess að fá úr því skorið, þú veist, hvaða RNA-bútur þetta er, eða hvaða veiri þetta er. Og ef maður magnar 60 sinnum, þá færðu jákvæða svörun hjá öllum. Að því við erum öll með þessa basa og einhverja búta sem að geta orðið að þessu. Þú veist, þannig að það er mikilvægt að bara átta sig á því. En mér langar að vita til dæmis meira þetta, þannig að ég vil að þú tækir viðtal við veirufræðing og sem kynni þetta. En sko, þannig að þessi veira sem er að valda þessum faraldri, hún heitir SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome CoV-2. Þetta er kórónaveira sem er ákveðin bara tegund veira sem að hefur fyllt manninum bara síðan maðurinn var til og við lifum með kórónuveirum og þetta er bara ein tegund þeirra og við kórónuveirur geta valda bara venjulegri flensu og hafa bara þessar pestir sem við erum að fá. Þessi kórónuveira, hún getur, ef hún veldur sýkingu, valdið einkenninu COVID-19. Sjúkdómurinn heitir COVID-19. En þú ert ekki með COVID-19 nema þú sért með þessa alvarlegu einkenni þess að hafa smitast af SARS. Þetta er svolítið svona flókið, en nú er bara allt kallað COVID-19. En COVID-19 er sjúkdómurinn. Það er sérst, þú þarft veiruna og svo þarftu einkennin. Og þú greinir aldrei sjúkdóm nema út af einkennunum. Akkurat. Skilur, þannig að þóttu sért af með SARS-CoV-2 í þér eða á þér, að þá ert ekki með COVID-19. En við greinum samt alla sem eru með SARS sem COVID-19. Já, en sko, málið það það hefur aldrei tíðkast í lækna. Svo sem margir eru COVID smitaðir. Akkurat, og það hefur aldrei tíðkast í lækna og það, sko, þannig að PCR er ekki til þess að greina sjúkdóminn. Þetta er bara rannsókn sem að er gerð til þess að, svona, þú greinir ekki sjúkdómi, einkennin eru sjúkdómurinn, skilur. Þannig að PCR er þá kannski til þess að staðfesta bara, ok, það er þessi veira. En á móti kemur þá að umræðan allavega eins og núna þá þannig að þeir sem myndu greinast með veirun en ekki sjúkdóminn geti síðan smitað aðra og þeir geti fengið sjúkdóminn. Já, rétt. En sko þú þarft, það er líka annað að það þarf ákveðið magn af veirunni til að smitast. Ef að ég er með SARS-CoV-2 hérna í hálsunum einhverja búta af henni sem er búið að magna þá upp, skilurðu, og er hægt að greina hjá öllum ef að þetta er gert 60 sinnum að ef að ég er með eitthvað svona þannig í hálsunum og segjum að ég hafi smitast og séum með einhverja veiru þannig þá er miklu meira að þeim þá eða miklu, sko, þá er svo lítið af þessu til þess að sko, hérna, þetta er erfitt að segja frá þessu, sko, en segjum, ok, tökum dæmi hérna ef að þú drekkur 1 millilítur af vodka og hérna þú ert svo að keyra, þú ert ekki fullur af 1 millilítur af vodka en löggan stoppa þig og þú blæst og það
þú blæst og það kemur fram að þú hafir neytt áfengis en löggan annarkoð sendið það í nánari rannsókn eða þá sér bara að þú ert ekki fullur og þú fara að keyra áfram þú ert ekki fullur, þú mátt keyra og svo annar sem drekkur 1 lítra vodka og hann blæs og hann greinist líka, þú veist, þetta er sama með PCR. Já, en munurinn náttúrulega að það ekki smitandi. Þannig að rökin væri þó móti að jafnvel þetta litla magn gæti smita fólk. Já, en það eru engar rannsóknir til það er náttúrulega búið að rannsaka þetta í 100 ár, meðal annars eftir 1918 faraldurinn, að það er til einhver ein rannsókn sem að það sem kannski líklega að einhver smitar af veiru áður en hann er komið með einkenni. Það er ekki til. Við erum ekki að smita einkennalaus. Þannig að setja fólk sem er ekki búið að greina með COVID-19, þú getur ekki greint COVID-19 nefnum sett með einkenni. En samt hefur í raun og veru allan enn tíma samt búið að segja við okkur að það sé vandamáli við þetta, að við getum verið að smita mjög mikið þó við séum einkennalaus. Já, en það er bara ekki rétt. Ég hef allavega ekki séð neina rannsóknir. Þú fullyrðir það sé bara ekki svoleiðis. Já, og þetta hefur verið rannsakað svo mikið. Af því það er í raun og veru stærsta ástæðan fyrir því það er verið að loka öllu vegna þess að það getur verið hættulegt við séum einkennalausa smit. Já, og það er bara ekki rétt. Skilur, og það er bara, ég er að segja þetta en ef þú segir að það sé ekki rétt, nú erum við með fólk eins og Ölmu landlækni og Þóróf sem segja þetta nánast á hverjum fundi. En þau, eru þau að tala að þau hafi lesið vísindaransóknirnar? En spurningi mín væri þá þessi að því mér finnst þetta mjög áhugaverði punktar sem úrst að veltu. Af hverju er þá verið að gera þetta svona í öllum heiminum ef að þetta er bara ekki rétt? Já, ég veit það ekki. Ég veit það ekki, en þú veist, eina sem var ekki fyrir mér er að, þú veist, sem lækni, við byrjum ábyrgð, þú veist, það heilsa allra er mikilvæg. Og lækningin, nú ætla ég að segja mína skoðun, bara þetta er mín skoðun og ég má hafa hana. Lækningin verður orðið miklu verri heldur en sjúkdómurinn. Verðið sem við erum að borga fyrir það sem við erum að gera til þess að venda viðkvæma sem við erum svo ekki að venda almennlega og ég get alveg ég hef leitt hugana hvað gerðist til dæmis á Landakoti. Þar vorum við ekki að venda þau nógu vel þá. Nei. Sem einmitt mér sérstakt að við séum búin að leggja í allar þessar aðgerðir í allan þennan tíma og síðan einhvern veginn má helst ekki ræða mikið það að þegar það dó fullt af fólki út af bara hlutum sem virðist eins og hefði verið hægt að gera öðruvísi þá er bara slæmt að ræða það. Já, og þá skulum við fara aðeins í það bara svona. En mér langar aðeins að halda áfram með PCR-testi að því aftur, ástæðan fyrir að ég fekk því þáttinn er að mér og það er líka annars sem ég langar að spyrja það eftir því þú segir þetta að fólk sem er að stíga inn í þessu umræðu fái mikið níð og erfitt, þú hlutur líka að hafa verið að fá mjög mikið að jákvæðum skilabúðum vegna þess að mér var beinlínis spennt á að taka viðtal við af fólki sem fannst svo áhugavert að heyra það sem það hafa verið að segja. Ég hef bara fengið jákvæð viðbrögð og meiri segja þeir að því að við erum, þarna er ég aftur komin að við erum öll bara þar sem við erum og það eru margir hrættir og því að það er náttúrulega við fáum að heyra alltaf bara að þetta sé faraldur og svo margir hafa smittast, það er búið að greina svo marga með PCR en falskt jákvæðir úr þessu PCR-i það er bara töluvert mikið, skiljum við. Þannig að vera að skima alla og þetta eru smitsjúkdómalæknar búin að segja frá upphafi sem vinna á Landspítalanum. Að vera að skima alla sem eru einkennalausir, það er ekki rétt læknisfræði. Það er ekki gert. Ég labbi ekki... Eru læknar á Landspítalanum verið sammála um þetta? Já, smitsjúkdómalæknir á Landspítalanum, yfirlæknir smitsjúkdóma á Landspítalanum sem hefur heildar yfirsýn yfir öllu smittin. Hún var í viðtölum, það eru svona 3 vikur síðan á mánudegi ég man þetta svo, ég var svo ánægð hún skildi, þú veist, að því hún kom út og sagði, við hefum svo góða yfirsýn yfir öll smit á Íslandi við vitum hverjir smitust og hvar og hvenar og af hverju og við sjáum það að börn smita ekki börn og börn smita ekki fullorðna. Þeir fullorðnir, til dæmis kennara sem hafa smitast í skólum, og ég bara hafa þetta eftir henni og það geta allir bara flett þessu, að þeir hafa smitast af öðrum fullorðnum utan skólans.
Mér langar aðeins af hverju þá verið að senda börn í panik heim, kannski 7 sinnum, vitið hvað börnin orðin hrædd. Mér langar að taka þessu umræðu, mér langar aðeins að klára fyrst með PCR prófin, af því að nú var til dæmis eins og Elon Musk sem að stofnaði Tesla og þetta eitthvað sem ekki, þú veist, aftur, við verðum að fá að spyrja spurninga, að hann lýsir því yfir núna í vikunni þegar við erum að taka þetta viðtal, að hann fór í 4 próf á sama deginum, á sömu klínikinni, tekin af sama hjúkrunarfræðingnum, 2 voru jákvæð og 2 voru neikvæð. Já. Það eitthvað skrítið við þetta. Já, ég með tölurnar, sko. Og þá, sko, spyr maður sig, af hverju ekki meiri umræðum og þá það annað sem að mér langaði að spyrja því, ég veit ekki hvort að þú veist þetta. Mjög mörgum löndum verið að COVID-testa fólk bara með því að taka stróku í munni, en á Íslandi verið að taka þetta prófi gegnum nefið. Hvaða próf það og að hvaða leyti það, af hverju það eitthvað svona sem ekki verið að gera annars staðar en verið að gera mikið hér? Já, sko, þegar maður fer að, ég bara sjúklega forvitin að eðlisfari, ekki nísin, en þú veist, ég bara hef áhuga bara almennt og öllu, þegar maður fer að skoða þessa hluti, þetta allt beint fyrir framan augun á okkur, sko. Ég veit ekki nákvæmlega af hverju það gert, en maður getur líka að spyrja sig, sko, bara ekki svona pínu hagsmuna árastu, bara ég ekki business, sko, en þú veist að sama fyrirtæki að búa til lækninguna að greina sjúkdóminn. Af hverju segir það? Sko hvernig stendur á því að þeir sem að búa til núna vöru lyf, bóluefni, að sömu aðilar og að búa til lækninguna, eða bóluefnið, að skema fyrir sjúkdóminn. Hvað aðilar þetta? Hvað aðilar? Bara lyfjafyrirtækin. Já, en það er kannski svolítið auðvelt að ala öll lyfjafyrirtækin. Það er kannski eitt Amgen á íslenska erfðagreiningu, og ég veit alveg ég er komin á hættulegt svæði, sko, en þú veist bara... Amgen að framleiða bóluefni? Amgen á fyrirtæki sem að framleiða bóluefni, já, og til dæmis Bill Gates, ég bara segja, hann bara hefur mjög mikið að segja þetta fyrirtæki, sko, og það bara vitað, og ég ekkert alltaf að fara út í það, ég ekki að hafa eina skoðun á því hvað sé rétt og hvað sé rátt, en mér finnst til dæmis bara mér finnst óæðilegt að lyfjaðinaðurinn að stjórna því, hvernig, og vera að greina sjúkdómana sem að þeir að búa til lyfið sem að þeir ætla að selja. Það finnst mér ekki rétt. Þarna finnst mér að við höfum að halda því hans aðskildu og því að Landspítalinn getur alveg staðið á eigin fótum, sko. En þú veist, það var náttúrulega rosalega fallegt að Amgen endurni að allan tækjabúna og PCR-tæki Landspítalans þegar þetta byrjaði, sko. Borguðu fyrir það? Já, það var bara í fréttum hér, talsmaður fyrirtækisins, hann lýsti því alveg yfir hvernig hann, þú veist, hefði verið keypt nýtt tæki og hvað þau lögðu marga milljarða í að hjálpa til þessa skimun, sem er mjög fallegt, en sko, þetta er bara business. En aftur, það sem að því mér finnst þetta allt vera mjög áhugaverði punktar sem við erum að velta upp, en aftur það sem ég þarf alltaf að spyrja með af hverju eru þá flest öll lönd í heiminum að gera þetta svona ef að það sem á bakvið þetta ekki traustara en þetta. Nei. Sko, ég finnst það svo skrítið. Já, ég fór að skoða þetta, af því ég fór að sjá bara svona ákveðna svona, sko, 8 áraður og ég ætla bara að segja, sko, ég hef stundum spáðið það, ég farið til Auschwitz, eins og ég bjóði náttúrulega lengi í Svíþjóð og við fórum að það til Póllands og ég fór og ég hef svona oft svona hugsað, ég var til nasismann til dæmis, að hefði ég, ef ég hefði fæðist og pabbi minn hefði verið bara vinur Hitlers og ég hefði síðan gifst manni sem væri líka í nasisti og hefði mér þá bara þótt þetta í lagi sem þeir voru að gera. Og ég hugsaði, þú veist, að því ég get alveg skilið að, þú veist, svona múgæsingu bara og svona hálfgert köld bara, að það hefur svo mikil áhrif á okkur hvar við erum og með hvar við lifum og hvað við heyrum og sjáum. Og ég bara hef ekki alveg vitað hvernig það væri, sko, en ég veit allavega núna að þú veist, nei, mér hefði ekki þótt að í lagi, sko. En ef ég myndi þá spyrja á móti,
þú veist, þeir sem myndu þó gagnrýna þetta myndu segja, en hvað verið að gera núna sem hægt að segja sér sambarilegt við það sem verið að gera í nasismann við Ískaldi? Finnst ykkur ekkert óhugnalegt að hugsa til þess að börn séu inn í skólastofu öll með grímur á sér og finnst ykkur ekkert það getur verið mjög þægilegt að vera með grímu, já, og hún getur sannarlega varna manni við sýkingum en á svæðum þar sem að geisa faraldrar hinga til og það sem eru fjölónumar bakteríur þar að ekki, það er algjörlega stránglega bannað að nota bómullamaska og þetta hefur verið rannsakað mjög vel vegna þess að í fátækum löndum þá er ofta ekki miklu peningar til þess að kaupa einnota vörur en það er algjörlega lagst gegn því að nota bómullamaska. Hvað köllum við bómullamaska? Það er bara þessi taumaskar. Sem er það þá raun og veru nánast allt annað en þessar ljósbláu grímur? Já, þessi skurðstofugrímur eins og ég hef þau nota í 25 árin og skurðstofu, þær eru þetta er mjög vel rannsakað líka, maður bara googla, þú veist þannig, bómullam á bara ensku, náttúrulega maður er að kunnast með ensku en á svona taumaskum tvöföldum þá er 97,7% gegndræpi bara af örverum, veirum og hvað þýðir 97,7% þá bara, þú veist, fer það gegna veirur, þetta er svo rosalega lítið bara með því eina, þú sérði ekki eins og veiru í bestu ljósmása. Þannig er það að tala um aðra maska en skurðmaskana? Já, það er að tala um bómullamaska, tvöfalda bómullamaska. Hérna eru flesti bara kannski með einhvern einfaldan og svo er maður bara sjálfur. Það eykur sýkingarhættu að vera með bómullamaska til dæmis inn á spítala. Að hvaða leyti eykur þannig? Það, jafnvel, þó að sé þvegið og sóttrensa daglega og bara nota í 2 tíma og fer svo í þvott og allt þetta, vegna þess að viðkvæmi hópurinn okkar sem að kannski er með öndunarfæra sjúkdóma eða með bæklað ónæmiskerfi sem að ónæmiskerfi verður alltaf þegar krónísk bólga til staðar lengi, að það er núna til dæmis búið að vera inni í 9 mánuði og ekki í nánum samskiptum við barnabörnin sín og kannski búið að vera aleitt í þessi hópur er mjög útsettur fyrir mjög margir einir og eru búin að vera bara einir heima hjá sér, komast ekki í hádegismatinn kannski sem var einist tímapunktur sem það hitt eitthvað fólk það kemst ekki í sjúkraþjálfun sjúkraþjálfun kemur ekki heim og fjölskyldan þorir ekki að koma að hrættu við að drepa skiluru og litlu börnin og allt þetta. Það er inni núna heima á sér, svo kólnar og í veðri núna. Og fólk lokar glugganum og það minnkar loftskiptin inni hjá okkur. Því á Íslandi er engin lög um það hvernig það er að vera loftun í húsum. Það eru alls þar örverur í kringum okkur líka hérna, við erum að anda inn alveg milljónum bara núna. En í íslenskum húsum, þar sækja svona hitaþolnir sveppir inn. Þeir vilja vera inni af því þeir eru þola hita og þeir geta vaxið í okkur, við vitum það í kynhólum og svoleiðis og þetta er alls þar og þannig erum við komin bara inn á mikluna og gróin sem er alveg vita að geta valdið sjúkdómum og þegar var ekki loftskipt inni og þá setur sérst fólk inni sem er ónæmisbæklað og eitt því ótti og einmanaleiki, það veiki líka ónæmiskerfið mjög mikið, það er til rannsóknar því andar að sér svona þessum sveppagróm til dæmis síðan ætlar það að fara út í búð og þá setur það á sig fjölnota bómullamaska eða sem það kannski búið að nota í marga daga og þar er bara partí af örverðuna, bara þar er raki og hiti og matur. Þessi gró sem er svo hættuleg, þessi myglusveppur er svo hættulegur og eitrinn sem hann gefur frá sér þessi gös en gróin eru svona ekki þannig en þau eru þá kannski inn í loftveginum. Fólki setur á sig maska, anda þessu í maskan, það festist innan á maskanum á bara svona petridiski og svo bara springur út lifandi sveppur sem fólkið andar svo að sér inn sjálft aftur, fer hún í lungun og veldur sveppasýkingu. Og það koma rannsóknir núna daglega, bara í góðum tímaritum, vísindarannsóknir, að alltaf 40% þeirra sem að deyja úr COVID-19, sjúkdómnum COVID-19, er að deyja úr Aspergillus sýkingu í lungunum, myglusveppasýkingu í lungunum. En hlusta þess að það. Alltaf 40% þeirra sem að hafa dáið með þessu hvítu lungu, þú veist, úr COVID-19
eru að deyja úr sýkingu með myglusvepp sem heitir Aspergillus flavus oftast eða Aspergillus niger og það er mjög, þetta er mjög mikið í vísindaheiminum núna þegar að skrifa þetta. En það sem að mér finnst þá svona bara ógnveikjandi þegar ég er að tala þetta við er að því maður, þú veist, af hverju ef að þetta er svona, af hverju er þá grímuskylda á Íslandi, af hverju eru þá flestir læknar sem tala opinberlega að tala fyrir því, af hverju eru blaðamannafundir á hverjum degi þar sem bæði landlæknir og sóttvarnalæknir eru að tala fyrir þessu, þú veist sko, vita þau ekki betur eða þú veist Já, sko, og þú veist, mér er mjög svona niðri fyrir út af þessu, þú veist, vegna þess að þetta er svo ránt og þú veist, ég er að sýna hugrekki, ég er að taka áhættu, ég er að gera það sem er gott þrátt fyrir þá áhættu sem því fylgir, að vera rekin úr starfi, vera reynt að dreifa óhrórum mig, skilurðu. Hvað með læknarna sem að, ég meina, þú lítur, eru margir læknar sem eru algjörlega sammála sem þú ert að tala um? Já, það eru mjög margir. En það, sko, það þorir enginn að koma og tala og þetta er ekki bara eitthvað sem ég er að segja. Hvaða læknar er þetta? Sko, Þá er þetta stór hópur af læknum sem er sammálaðir hérna á Íslandi? Já, sko, ég veit alltaf, við erum svona 30. Sem að, svo bara er ekki allir, svo náttúrulega svo margir læknar, ég fann þetta bara í gær til dæmis, að ég er að vinna á Landspítalanum og mér var sagt upp, en ég er ennþá að vinna það, sko, bara er að fara í vinnun og eftir, þannig ég er ekki rekin fyrir glöpi starfi, sko, það segir sér sjálft, og ég var að hringja í eitt smittsjúkdómalækni í gær, út af sjúklingi sem ég er með, bara út af allt öðru, og smittsjúkdómalækni sem ég þekki ekki, veit ekki hver er, og ég viðkomandi svona bara var svona eitthvað mjög skrítið í símanum, skilur og hérna, ég var bara að tala um þennan sjúkling og hvernig ég ætti að gera beiðnina og svona og svo bara að segja, heyrðu, já, bæði ég var ekki rekin fyrir að tala um D-vitamin já, nei, það ekki, eitthvað svona en það var smittsjúkdómalæknir sem sagði við mig hún vildi ekki láta bendla sig við lækni sem væri á mótullum bóluefnum ég hef aldrei sagt það það er ekki það sem ég er að tala um ég er bara að tala um hættunar með möskum sem að ég er sérfræðingur í sem skurðlæknir sem hefur unnið á svæðum þar sem eru hérna faraldrar og fjölunum af bakteríur. En sko aftur, þið skrifuð undir innan lækna eið. Já. Á maður að trúa því, ef það sem þú ert að segja núna er rétt, á maður að trúa því að það væri þó ekki fleiri sem að myndu segja, heyrðu, ég get ekki setið hérna þegjandi og hljóðalaust og hort upp á það að það sé verið að mæla með þessu fyrir alla og skilda fólks til að gera þetta ef þetta er beinlínis að gera meira ógagn en gagn sko. Læknar eru líka hrættir við náttúrulega treystum því að okkur séu gefna réttar upplýsingar og það er bara ekki þannig sko Þórólfur til dæmis hefur sjálfur sagt að hann fylgir bara því sem WHO, eða Alþjóða heilbrigðismálastofnunin, segir honum að gera. Hann hefur sagt það opinberlega, hann hafði ekki tíma til að lesa vísindi, hann sé ekki að því. Núna tekið það fram að ég er ekki búin að kynna mér þetta nógu vel til þess að geta þetta sem þú ert að segja núna, ég get ekki staðfest hvort þetta er rétt eða rangt, ég hef ekki kynnt mér það, en ég get sagt að ef maður googlar Þórólfur og Grímur, að þá kom upp 6 fréttir frá því apríl, maí, júní og júlí þar sem hann er beinlínis að tala gegn þeim. Já. Og þá spyr maður Þetta gerði líka Sigurður Guðmundsson fyrir landlæknir og smittsjúkdómalæknir. En þá spyr maður sig hvað breyttist þá? Það sem breyttist var það að ég er búin að bara, ég bara að lesa heimasíðu WHO þannig í febrúar mars þegar ég bara fór svona að hugsa bara voru þetta skrítið og það voru ákveðnar upplýsingar þar og þú veist, menna það hefur aldrei nokkuð tíma verið mælt með notkun bómullargríma. Fólk í Asíu eða Hong Kong notaði kannski því það er allt aðrar agnir, þú veist, bara sót og ryk og svona. Það er ekki að verjast örverum. Og hérna og þar núna á forsíðu WHO þrátt fyrir að þú getur bara nánast á sömu heimasíðu fundið þær rannsóknir sem segja hvaða bómullarmaskar eru hættulegir þar bara á forsíðinu en núna kom bara, það eru nokkri mánuði síðan þá kom bara allt í einu upp leiðbeiningar hvernig börn og fullorðnir ætti að nota bómullarmaska. Það stendur ekkert að þeir eru að vera svona tvöfaldir
eitthvað hvernig að þvoða á eða neitt svona, og þetta er svo ógnaldalista, það er bara lýst hvernig maður þeir sem í áhættu eru með astma og svona, hvernig þeir bara byrja að nota maskan heima hjá sér og venja sér hægt og rólega á þetta. Þetta er bara fáránlegt. Þetta fullir þú sem sérfræðingur í þessu. Já, og sko, svo núna til dæmis var svona myndband sem gekk það sem að starfsfólk á Landspítalanum bara öllum deildum er svona hvetja til að standa saman og hlýða víðu og allt þetta, skilurðu. Og þá svona, og hreyfa sig sem að var náttúrulega mjög gott og svo sem að lækni á svona hjóli inni með maska, einn í herbyggi og hvetja alla til að fara að hreyfa sig. Forsetahjónin komu og heldu fallega ræðu sem var senda á okkur öll starfsmenn Landspítalans. Það sem þau koma, þetta er bara í þessu stöku, það sem þau koma inn og það er náttúrulega, ég ger mig grein fyrir að það er fleira fólk í herbygginu, myndatökumaður, kannski 1 eða 2 menn að inni. Þau eru hjón, þau búa saman og sofa saman og kissast vonandi. Þau koma svona inn með svarta maska fyrir andlitinu í kameruna, standa þar svona með maskana og taka á svona af sér, skilur. Bara symbolíkin í þessu er bara, hræðileg. Þá er ég aftur komin að þessu með nasistana. Og ég er ekki conspiracy theorist, hef aldrei verið þarna, að því, sko, þetta er ekki conspiracy, við skulum fara að tala reyna svona að skoða, conspiracy þá sem að, og ég veit... Það sem stóra spurningi mín er alltaf þessa, því ég vil vera mjög gagnrýnin í hugsun. Og mér finnst allt þetta sem þú ert að segja vera rosalega bara áhugavert, þó ég, eins og ég segi, ég hef ekki lesið þessar greinar sem þú ert að tala en þá velti ég alltaf fyrir mér bara, ég verið svo óttaslegin þegar ég hugsa, ef þetta er svona eins og þú ert að segja, af hverju þá allur heimurinn að gera þetta svona? Sko, það bara svo skelfileg tilhugsun. Það líka, ég ætla ekki að fara kannski inn á það, en ég meina það var bara alþjóða heilbrigðismálastofnunin og ég kann ekki alveg þessa pólitík en Sameinuðu þjóðirnar og allt þetta sem að er að unna örugglega með góða hluti, en ég meina það var ráðstefna bara nákvæmlega allt sem er að gerast núna fyrir 2 ára síðan, sem er bara á netinu með þessum forsvarsmönnum sem að eru bara að lýsa nákvæmlega hvað það er að gera og þá en ég ætla ekki að vera að tala um eitthvað sem ekki er bara vísindalegt sem ég er búin að, það er ekki mitt mál því að ég meina, hvar eru allir lögmenninir og mannréttinda sérfræðingarnir núna? Hvar eru Þegar þú segir lögmenninda og mannréttinda sérfræðingarnir, ertu þá að meina, hvað ertu að meina þeir eiga að gera? Sko það er búið að taka í raun og veru af okkur svona basic mannréttindi bara til þess að hittast, til þess að ferðast, til þess að bara tala, skilur þetta er svona, það er ákveðin bara svona einræði hugsuð, það er ein manneskja að ráða því hvað við öll gerum sem að fer bara eftir því sem einhvað WHO segir. En þegar þú segir ein manneskja, þú tala um Þórólf? Já. Og sko, og ég bara skil þetta ekki, ég meina, og sýnið mér þá vísindin sem að sanna að það sem þið eru að gera er rétt. Þau eru ekki til. En hvað með þó þetta að við höfum samt sko í fyrri faraldrinum á Íslandi og aftur núna að þá jókst álagið mikið á ákveðna deildir á Landspítalanum og við höfum önnur lönd þar sem þetta fór algjörlega úr böndunum. Þetta er það sem stendur í fjölmiðlum. Hvernig veistu það? Ég gef mér það að þetta sé satt. Gefur þér að það sem... Ég hugsa bara nú þekki ég til dæmis eða svona í málkunnur yfirlæknunum á COVID-deildinni. Já. Ég svo bara, myndi hann í alvörun ekki láta vita af því að þetta væri bara allt saman þvæla? Hann er ekkert að vinna, hann er á COVID göngudeildinni. Hann er ekkert inn á spítalanum. Nei, en það sem er að meina að bara álagið á COVID-deildina hafi aukist það mikið að þau eru Hún var ekki til fyrir COVID, þannig að það er meira álaga núna heldur náður. Já, og bara öndunarvélarnar og Öndunarvélarnar? Já, í fyrri til dæmis að þá var bara, er það ekki rétt hjá mér að það hafa aldrei verið jafn margir í öndunarvél á sama tíma á Íslandi. Hver segir það? Hver sagði það? Þegar talan var komin í fjölmiðla, 20 og eitthvað. Í einu á öndunarvél? Já, eða gjörgæslu rýmin. Já, það er ekki að sama að vera öndunarvél. Nei, ég veit það, en það var talað um gjörgæslu rýmin væru bara nánast að klárast. Já, þau eru alltaf að klárast, þau hafa alltaf verið alveg að klárast. Það er ekki haldið uppi auka 20 gjörgæslu rými bara alltaf, það
það ekki gert. Eru þau alltaf að klárast? Já, það alltaf vandræði, skilur, ekki vandræði. Er það ekki rétt á 1 eða 2 punktum í COVID-faraldrinum hafi gjörgæslurými verið komið nærið í að klárast heldur nokkuð tíma áður á Íslandi? Jú, neða þau, gjörgæslurými hafa klárast, skilur. Það alltaf verið að hrókera, þú veist, innan spítalans, allir sem þurfa gjörgæslurými, fá gjörgæslurými. Treystu mér, þannig það. Okay. En þetta það ekkit nýtt að það vanti gjörgæslupláss. Þetta bara kemur upp hverjum einasta deg á spítalanum að það vanti gjörgæslupláss. En þetta stærsti punkturinn í allri röksemdafærslunni. Það við erum að koma í veg fyrir það að spítalinn ráði ekki við þetta. Ef þú ert að halda þig fram núna að það sé bara ekki þannig. Nei. Af hverju þá ekki fleiri að tala það? Ég meina, Landspítalan, það eru hundruður og aftur hundruður og þúsundir af sérfræðingum að vinna þarna. Á ég að trúa því að enginn af þeim kom og tjáa sig? Já. Þegar að ég fór fyrst í útvarpsviðtal bara til að tala D-vitamin aftur og lýsi yfir áhyggjum mínum af geðheilsu, þú veist, barna og unglinga, vegna þess að unglinga, bara út af óttanum, ekki bara, það gott að vera heima hjá sér. Ég ekki að tala unglinga og börn sem búa við góðar heimilisaðstæður, þar sem að mamma og pappi eru heima og kannski og geta hugsað þau og börn þurfa ekkert annað í raun. Þannig að það hefur verið svona ein röksemd að hvað voru það allir bara með kvíða, þú veist, fyrir 100 árum skilur sem byggu einangrar í sveit. Ég ekki að tala það. Nei. Ég ekki að tala að það sé ekki gott að vera heima með fjölskyldunni sinni. Ég að tala að þessi ótti að fyrir börnin okkar sem að gera sér enga grein fyrir hvað að gerast, þau fá engar upplýsingar, að þau halda að þau séu smitberar, að þau séu að smita fullorðna og börn, unglingar, klárir unglingar, ég veit þetta því á unglinga og ég hitti marga unglinga. Þau eru hrættum að smita mömmu sem að kannski heima með einhvern gigtasjúkdóm og þetta svona krónískur mallandi stórhnútur í þeim sem rosalega alvarlegt. Skilur, það verða óafturkrafa breytingar á bara heilastöðum sem hafa með, möndlukjarnan til þess að amygdalinni sem hafa með ótta, það hafa langtíma áhrif bara á tíðinni kvíða, þunglindis, OCD, við vitum að sjálfsvíðum hefur fjölgað rosalega hérna og það það sem ég að tala og þetta finnst mér svo alvarlegt og því enginn einhvern veginn, ég var líka þannig, þau eru með tjekka á sig, ég hugsa, þetta bara eitthvað annað, það bara fara að gerast eitthvað verra, það bara 3. heimsstyrjöldin eitthvað og ég veit ekki, þau eru að venda, þau hljóta að vera að venda okkur fyrir einhverju og segja þá bara að það sé þetta, en þetta styðst ekki við einustu svona læknisfræði sem við höfum lært hingað til. Þetta algjör mótsögn við svo margt En ef að því mér finnst bara svo, mér finnst svo erfitt að heyra þetta. Já, ég veit það. Maður náttúrulega vill trúa því að þetta sé ekki svona. Já, ég meina, við viljum... Ég hef ekki alveg nógu mikla forsendur til þess að geta sagt hvað rétt og hvað sumir rangt. Trúa líka á geimverur, skilur. Sumir trúa á Guð, sumir trúa... Við þurfum öll að trúa á eitthvað og ég hef alist upp í kerfi og unnið í kerfi alla mína ævi í 50 ár í kerfi, skólakerfi, heilbrigðiskerfi. Ég hef svona good intentions og við höfum það öll í raun. Við viljum öll vera til gagns og gera góða hluti og passa upp á gott annað. Það fara allir í læknisfræði að þeir vilja hjálpa fólki. Það einhvern veginn það sem svona ultimate, bara einhvern veginn hamingja að gera eitthvað fyrir aðra. En maður sér ekki þörf og maður aldrei að gera neitt fyrir aðra, þá maður ofta ekki mjög hamingjusöm. En hvað með læknana sem að hafa stigið fram þegar það hefur komið gagnrýni á aðgerðirnar, þá eru ákveðni læknar sem hafa aftur og aftur stigið fram í þessu til þess að hjóla í þá sem að gagnrýna. Eins og til dæmis yfirlæknirinn á COVID-göngudeildinni þegar að Brynja Níelsson til dæmis stjórnmálamaður fór að gagnrýna þetta, þá sagði yfirlæknirinn á COVID-göngudeildinni bara, heyrðu, þú áttar ekki á því hvað að gera, spítalinn að yfirfyllast og allt þetta. Má ég ætla aðeins yfirlæknirinn á COVID-deildinni. COVID-19 aftur ekki veira. Það sjúkdómur, það sem sagt einkenni, það alveg svo háþrýstingur, það blóðþrýstingurinn hár, það sjúkdómurinn, ekki satt. Og
Hann er ekki smitsjúkdómalæknir. Nei, hann er settur yfir deildina. Já, en sko, hann er ekki smitsjúkdómalæknir og það þarf ekki endilega að vera smitsjúkdómalæknir, en hann er ekki að vinna með þá sem eru veikir af COVID og er hann á spítalanum. Hann síðan er kannski að fylgja eftir og þá sem eru með kvef og geta svo farið aftur heim, eins og bara, það er núna flensutími, skilurðu, og ég er ekkert að setja út á hann persónlega, en það er mjög gott að hann fyrir að vera þennan mann, en þetta er, sko, hann á að vera að verja sem læknir og við öll að vera að hugsa hvað getum við gert þess að koma til skilaboðum áleiðis sem smitsjúkdómalæknir Landspítalans, yfirlæknir, sagði að börn smiti ekki fullana og börn smiti ekki börn. Og hún sagði að það væri fáránlegt að hafa alltaf skólanum lokuðum. Og það er fáránlegt að vera að leggja þetta á alla þjóðina og annan kostnað og sem fylgir svo allt, að einangra þá sem eru einkennalausir. Það styðst ekki við einustu vísindi sem hafa verið gerð hingað til. Og það er bara sagt eitthvað svona og við bara hættum bara að halda eitthvað, könnum það mál og spyrjum. Við getum ekki fundið allar upplýsingar sjálf, spyrjum þá sem vita það og er ekki bara að fylgja einhverju sem einhver segir. Þetta er svona einhvern múæsing og þegar maður les skýrslu, ég fann skýrslu frá 73 frá Amnesty International það hvernig bara pyntingar, psykológiska pyntingar væri stundar og þetta er mjög vel rannsakað og það er bara eiginlega nákvæmlega þetta sem við erum að upplifa, þetta sem þú ert að segja. En þetta er bara óþægilegt að heyra þetta og ég vil bara trúa því að þau séu bara að gera það sem er rétt, en þau halda það líka nefnilega, þau halda að þau séu að gera það sem er rétt, því þau eru að fylgja þeim sem þau halda séu að gera rétt. Ég skil þig. Þannig að þetta er svona bara, þetta er bara þegar upp er staðið, þá er þetta bara common sense. Kórónaveira hefur fylgt okkur bara frá örófi alda og við smittumst, við erum með hana í okkur, hún stökkbreytist örlítið á hverju ári, bara lítið því hún vil geta komið og heimsótt okkur aftur. En þá, ég gem alltaf aftur að sömu spurningu sem er, ef það er þannig, af hverju er þá heimurinn búin að vera hliðin í hálft ára? Því maður sér ekki alveg hver hefur svona svakalega mikinn hag að því að heimurinn sé á hliðinni. Já, og þeim, eðlilega spyrir maður sig því og ég held að getum í raun og veru aldrei fengið svar við því. Nei, okay. Og ég var náttúrulega fyrst bara, að því að ég er náttúrulega, við áttum okkur öll á því að það er ákveðið bias í heilbrigðiskerfinu, þar sem að lyfjaiðnaðurinn stýrir svolítið því, hvað við erum að gera. Og það er til dæmis ekki... En ég meina að þetta sé þá allt bara til þess að geta grætt á bóluefni. Já, ég hugsaði það, þetta er bara að því ég hugsaði upphæðlega, ég held þetta ekki lengur, sko. Nú er ég aftur að segja það sem ég held. Ég skil þig. Sem er bara mínar hugrenningar. Og það er það, ég hugsaði náttúrulega fyrst að ég veit nefnilega að það er mjög mikið að lyfjaiðnaði búið að fara á hausinn á undanförnum árum. Því að fólk er líka að taka minni lyf. Og það er bara mjög mörg svona fyrirtæki fara á hausinn. Og ég hugsaði, er þetta á svona síðasta bara svona, bara reyna að, halda líka þessari blekkingu áfram sem að lyfjalæknisfræðin er. Lyf, ég er ekki á móti öllum lyfjum, það þarf að nota þau stundum og kannski í stuttan tíma og stundum til lengri tíma. En að til dæmis kona með brjóstakrabbamein, til það sem dæmi, sem að er að fara í lyfjameðferð eða í meðferð og skurðagerð, það eru mældir alls konar hormónaviðtakar og svona á æxlinu, það er vera einstaklingsmiða meðferðina og mælt meðal hvort þú sé með estrogenviðtaka á þessu frumundar sé með estrogenviðtaka sem flest brjóstakrabbamein eru með og það er gott vegna þess að þá er þetta að gefa bara lyf andhormón, andestrogen sem blokkar þessu upptaka og þá nærist ekki krabbameinsfruman ef hún hefur dreift sér einhvers staðar. Því hún þarf estrogen, hún er blokkað það. En það er ekki mælt estrogen í blóði konunnar og það er ekki mælt eða pælt í því hvort hún sé með D-vitaminskort vegna þess að D-vitaminu hormón hefur áhrif á estrogen og slæm og góð eskilu en það er öll áhersla lögð á að reyna að finna einhver rosalega dýr sérhæfð lyf til þess að blokka einhverja sérhæðar aðra reseptora á æxlisfrumunum í staðan fyrir að reyna að leiðrétta undirliggjandi orsök þess að manneskjan fékk krabbamein.
Ég skilji. Og bara þetta, skilur, svona, og við erum bara alveg upp í þessu, svona þetta, en þetta að breytast og sko læknisfræðin á meðferð krónískra langvinna sjúkdóma eins og við þekkjum það, þetta verður ekki svona, ég vissi það fyrir COVID, þetta verður ekki svona til 10 ár, 15 ár. Kannski bara núna eftir 5 ár, skilur. Þannig að kannski kemur eitthvað gott út úr þessu. En nú einmitt, kannski mér langaði að lokum svolítið að spyrja út í það. Nú liðin svolítið langur tími síðan þetta byrjaði og maður finnur að umræðan svolítið að breytast. Það að segja, það að koma meiri svona, í byrjun voru rosalega fáir sem voru að gagnrýna þetta og flestir einhvern veginn vissu lítið þetta. Nú veitum við meira þetta. Við vorum öll hrædd, skilur. Já, og nú upplifum maður að séu fleiri og fleiri sem eru svona að leyfa sér að gagnrýna þetta. Hvað sérð þú fyrir þér núna, ég menna því þú tala við lækna, þú nefndir þess að 30 lækna, sérð þú fyrir þér að muni fara að heyrast meira úr ranni lækna og hjúkrunarfræðinga að það sé svona aðeins farið að leyfa sér að spyrja kannski meiri spurninga? Sko, það hafa 2 læknar, sko, sem að bara hringdi í mig og spurt hvað gerðist, akkur varstu rekin. Og þarna líka enn og aftur, ef þeir sem þekkja mig, þeir þekkja mig og sjúklingarnir mínu veita hver ég og ég veit hver ég þannig að ég hef þroska bara og sjálfsmynd til þess að geta þolað að verða útskúfuð úr þessum læknaheimi og ég sé kannski bara þá afgreitt sem einhver svona bara einhver vúvúlækni kannski eða bara ég sé bara eitthvað geðveik eða ég sé bara í neyslu eins og einhver hafi skrifað á netinu, skilur. Já, en það samt eitthvað sem er skrifað á netinu. Ég myndi samt að segja, ég hef talað við og ég get bara staðfest það hér, ég hef talað við fleiri en 1 og fleiri en 2 og fleiri en 3 lækna sem eru í nánast öllum atriðum sammálaðir. Já, ok. Skilurðu? Þannig og þú ert að nefna 30 lækna, þannig að það er ekki eins og þú sért ein. Nei, ég veit það nefnilega, sko. Það sem var ekki, sko, það sem ég myndi bara eiginlega vilja, ég mætti ráða bara öllu, ég get ekki ráðið hvað er verið að segja okkur núna út af COVID og hvort þetta og hvað í raun og verið að gerast á bakvið, er einhver heimstyrjöld á bakvið, er eitthvað stríð bara í gangi, skilur þetta, bara heilan í okkur bara upplýsingatækni, ég veit það bara ekki og mér er bara eiginlega alveg sama, þannig að ég vil kannski að við getum notað þetta tækifæri núna, til þess að gera eitthvað gott og eins og bara til þess að við hugsa bara öll bara sjálfum okkur hvað get ég gert til þess að verða bara að betri mannesku, hvernig get ég bara lagt mitt að mörkum, það þarf ekki að vera nema bara segja góðan daginn með einhver sem að mætir á götunni og nú veit ég alveg kannski en þetta er bara eiginlega pínu svo einfalt og förum að byggja okkur upp, förum að tala meira í staðan fyrir að vera alltaf með svona blaming og kenna bara öllum offitum alla sjúkdóma, þetta er ekki svo einfalt því að það er offitan verður oft út að það vantar jóð til dæmis, hægir á skjaldkirtlinum og svona, og reynum að fara að, ég ætla alveg að gera það ég er með alveg bull, það er alveg alltaf blússandi ferð hjá mér, búið að vera lengi alveg líka fyrir COVID að mér langar að vinna svona við það að veita heilbrigðisþjónustu sem er persónumiðuð það sem að sjúklinum er mætt það sem að hann er og nota tæknina og nota hvort annað og það er til grein í Bandaríkjunum og bara heiminn sem heitir functional medicine, það er ekki til eiginlega almennilegt íslenskt orð fyrir það heildrænar lækningar, þetta er ekki alveg þannig, þetta er læknavísindi sem að einmitt leitast við að reyna að finna svona rót vandans einhvern veginn í staðan fyrir að breiða alltaf yfir einkennin með lyfjum en það er líka komið svona ákveðin iðnaður í það vegna þess að það þarf ekkert alltaf að vera að taka einhverja rándýrar genarannsóknir eða rannsóknir svona dýra og taka einhverja rosa dýra eitthvað efni eða lyf í raun og veru, það er komin ákveð lyfjað inn á það líka stundum nægi bara og mjög ofta að taka bara góða heilsufars og fjölskyldusögu og spurja svona aðeins út í umhverfi og aðstæður og benda fólki á eða búið að vera á breytingaskeið í 5 ár og sefur á svampdínu til dæmis að þá kannski sé ágætt að skipta rúmi þegar það eru 18 ára þá kannski minkar exemið og þessa hluti og tala við hvort annað og yfir stjættir og yfir bara í raun þarf maður ekkert að vera
hvað rosalega mentarinn eru sérstök í dag, það geta allir nörda sig í hverju sem og svo það bara, við þurfum bara að tala meira saman, þú og ég þurfum að tala meira saman bara heilsu og þú veist, og bara, ég veit, þú veist að tala við fullt á læknum, eða svo bara kannski einhver strákur sem hringdi að sendi mér skilaboð á Messenger, frábært bara að þú sért að stiga fram og eitthvað svona, og þá bara fyrir við að tala eitthvað sem að hann veit tölvur, skilur, sem getur gagnast í, skilur, þannig bara yfir, þú veist, og hugsa eitthvað annað og sérstaklega þá sem að við erum að venda núna, þú veist, hafa samband við fólk og kannski senda þeim bók eða ringja eða bjóða með göngutúr eitthvað svona, reyna að fá fólk út úr húsunum sínum og bara, já, ég veit ekki, sko, ég er ekki búin að formúlera þetta neitt beint, en þú veist, þannig að ég er alls ekki í munina einhverja neikvæða umræðu eða, ég vil bara benda á þessar hluti og ég var tilbúin að gera það, þrátt fyrir að, þú veist, ég vissi að mér er þið fórnað, skilur, núna þarna, en það leiði þá bara eitthvað gott í för með sér og því þetta snýst, ég var ekki rekin út af því ég var að tala D-vitamin sem sagt heldur snerist brottrekstur minn það mér langar bara að segja stutt frá því af hverju ég var rekin þegar ég byrjaði á Landspítalanum fyrir 8 mánuðum síðan þá var mér sagt í óspurðum fréttum af 5 læknum sem ég þekki, sumir yfirlæknar 1 kall og 4 konur að á Landspítalanum liðist bara mikið misrétti og kynjabundið misrétti og bara klíkuskapur og ég leit þessi vindu meiri þjóta og hugsaði bara það getur ekki verið og ég hef aldrei lent í svoleiðis en svo horfði ég á bara hvernig manneskja sem ég vann með yfirlæknir systematískt var lögð bara í einelti og hana á spítalanum og með þeim afleiðingum að manneskjan er búin að segja upp og er hætt og þetta er eini sérfræðingur sinna tegundar á landinu sem er í mikilvægu starfi og ég fór á fund míns yfirmann sem er sami yfirmaður sem sagt og var hennar yfirmaður og sagði frá að ég hefði setið á fyrsta bekk og hort á þetta gerast og mér finnst þetta ekki í lagi og hann og sko, en ég ætla ekki að fara einhverja svona baráttu það inn á spítalanum, ég vildi bara fá að vera í friði og sinna þessum hópi sem ég er að sinna því að ég er að fá konu tilbaka með minkandi hnút í brjóstum og alls konar, ég held að þetta komi í veg fyrir mörg brjóstakrabbamein en ég má ekki gera þetta, ég má ekki rannsaka konunar, ég má ekki taka blóðpröfur, ég má ekki senda þær í rannsóknir heldur á ég að senda þær til heimilislækna og ég er búin að reyna að hringja við heimilislækna þeir eru ekki sérfræðingar í brjóstum þannig að, þú veist, það er brottrekstrar orsökin plús það að ég kom greinlega við mjög veika punkta hana því ég var rekin 6 dögum eftir þetta og þetta, þú veist, þetta er kannski ekki bara kyrrt liggja, skilur því þetta er ekki í lagi og þarna held ég að sé ákveðin mein í íslensku þjóðfélagi innan veggja Landspítalans það er rosalega margt frábært á Landspítalanum, 99% en það er eitthvað þar í gangi sem að ég veit ekki hvað sem að sko smita út í þjóðfélagið og margt sem þar illa fer og ég er ekki að segja að rústa Landspítalanum en bara, þú veist, ég er bara búin að sjá þetta og ég er þetta mér, ég hætti bara þarna fyrir að gera eitthvað annað en svona, þetta sem ég var sagt þegar ég byrjaði þarna, þetta er satt Flottan það voru að lóka þetta, takk fyrir Takk Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta. Og mér langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið, að subscribe hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.